Hjertalega velkomin og nokkar aðstæður að segja ykkur frá þessum kvöldum sem ætla að vera með núna í febrúar. Það verður sem sagt í kvöld á bæn og sálmar og bænalíf eins og ég hef kallað það. Sálm og bænalíf er sem sagt yfirskriftin. Svona haft undir yfirskrift tilfinningar og stef Davíðs sálma og sálma kirkjunnar. Ég ætla aðeins að reyna að draga upp hvað Davíðs sálmar kennar okkur bæn. Ég veit ekki, þetta er kannski ekki voðalega vinsælt viðfangsefni. Ég var vissum að þeir hjá Ted komu til með að biðja að vera með þarna erindi þar, ég veit alveg viss. En í dag þá eru margir sem eru uppteknir af heilsurækt, andlegri og líkamlegri, heilsufæði og ræktina og svo framvegis. Svo að það er svona spurning hvers vegna fjöllum kristið fólk ekki þá þetta sem eiginlega hjá okkur, andleg heilsurækt, andleg iðja. Og það er rauninni það sem við viljum gera á þessum kvöldum að reyna að draga það fram hvað felur það í sér. Ef maður myndi spyrja einhvern bænalíf hans, maður tala fjálflega kynlíf eins og það sé bara á hversmanns vörum, en ef maður myndi spyrja bænalíf einhvers, ætla fólk myndi ekki bregða svona frekar og finna það að vera svona dálítið ángengur og fara yfir einhver mörk. En einhver myndi kannski svara að maður læri bæni sem börn. Þó er það eftir ekki allir sem myndi svara því. Sem förmingabörn sem mæta í fræðsluna kunna ekki einu sinni faðirvorið. En það fer ekkert á milli mála að bæn og tilbeiðsla eru þær æfingar, vil ég segja, eða iðkun, svo notum hefðbundorð, sem eru kristnu fólki nauðsynlega til þess að lifa heilbrigðu trúarlífi. En athyglisverða bókin sem hefur verið skrifuð bænina er bók Friedrichs Heilers, sem hann nefnir einfaldlega Das Gebet, eða bænin. Og Sigurður Einarsson biskup, sem virkli bænarinnar maður, dregur þá ályktu með þá bók í huga, sem hefur að geyma fjöldadæmi bænaiðkun, að kristin trú hefur fætt af sér og mótað þróttmeira og innilegra og persónulegra bænalíf en nokkur önnur trúarbrögð. Það er þáttið stór orð, hann fullir í það, að þróttmeira, innilegra og persónulegra bænalíf en nokkur önnur trúarbrögð. Það sem Heiler gerir í sinni bók er í raun að hann fer yfir sviðið, ekki bara kristna trú, heldur önnur trúarbrögð líka, og að skoða trúarlíf meðal frumstæðra þjóðflokka, meðal þessar stóru trúarbragða, og svo kemst það þá að þessari niðurstöðu að þetta einkenni sem kristi trúarlíf, þetta innileiki. Og það sem ég ætla að reyna að færa rauk fyrir og kenna í kvöld er að ástæðan fyrir þessum innileika bænalífsins er arfurinn sem Jesús hafði þegið með móðurmjólkinni þegar hann lærði að biðja Davíðs sálma hjá móður sinni. Með nokkrum dæmum ætla ég að leiða í ljós þær sterku og djúpu trúartilfinningar sem bænir Jesú og Davíðs sálmi geyma, þvert á allt kjaftaði guðleysingjanum að trú og bæn sé háskaleg fyrir geðheilsu manna og samfélag sem við verðum nú að lifa við að menn halda því fram. Svo læti ég fylgja með nokkur dæmi sálmaskáldan okkar sem hjá þennan trúararf sem er við höndinni í sálmabókinni og lifir í kirkjunni. Ég ætla að skipta þessu í tvennt, það fyrir og eftir kaffi. Ég ætla svona að taka þá eina tilfinningabænalífsins og aðeins að gera grein fyrir því á þessu innleggi mínu. Svo fáum okkur kaffi og svo ætla ég að saman að skoða nokkra texta í Davíðs sálmum og ræða þá og einstaka sálma eða sálmavers og reyna að átta okkur á hvað er eitthvað samhljómar hérna á milli. Davíðs sálmar eru sem bænabók gyðinga og kristinna og Jesús notaði það í sinni bænagjörð og lífi og starfi. Og
Og það eigum við sem sameiginlegt með gyðingum. Davíðssálmarnir hafa verið bænabók þessara trúarbragða frá upphafi í samt þarna 3000 ár. Sumum finnst þetta kannski sundurlaus samtíningur af ljóðum og bænum, en ef fólk biður þessar bænir, fær það fljótt aðra tilfinningu, trúi. Kaþólskir kollegar mínir eins og hann séra Hjalti og Hörkelsson og reglufólkið og það systur hér biðja Davíðssálmana 151 mánuði í tíðagjörsinni. En ég reyna að lesa svona lítið úrval, ég hef á þessa bænabók hérna og það er hluti úr einum Davíðssálmi hluti úr 2 Davíðssálmum á dag. En þá sjáum við hvað þessi sálmar eru ríkir í kirkjunum, en reynda mismunandi. En líka í okkar lúthersku kirkju gegna þeir eiga miklu hlutverki. Nýja testamentið byggir á þessum sálmum. Þeir eru hluti af Biblíu Hebra sem var kallaðir ritningarnar og við munum þá úr Nýja testamentið þá er Jesús að útleggja ritningarnar fyrir lærisveinum sínum og útskýra eftir hann upprisinn hvað var spáð fyrir í ritningunum hann. Og þá eru það Davíðssálmarnir og kannski fyrst og fremst Davíðssálmarnir sem hann er að vísa til. Og svo tók meistarinn orð af Davíðs munni í trúarbaráttu sinni og á dauðastund. Bænalífið sem birtist í sálmunum er guðdómlegir lofsöngvar, ærleg iðrun og eftirsjá, angurværð yfir stöðu sinni, angist vegna hættu og ofbeldis, svo raunsæ mannleg sýn á veröldina að menn og málefni að það er með ólíkindum. Það er okkur sem næst ekki nema að menn lifi með Guði í bæn, en þó eru sálmarnir dýpst undrun yfir verkum Guðs og þakklæti. Það er mikið verk að fara yfir alla sálmana og við náum því ekki í kvöld, en ég hef skoðað sérstaklega þessa sálma og var með biblíulestra þar sem við fórum í gegnum þetta 10 biblíulestra, þar sem við fórum í gegnum þessa sálma og í rauninni þessar hugleiðingar mínar eru sprottnar af því. En þetta eru reyndar ekki þessari röð, þeir sálmar sem ég byggi þá aðalega á, til þess að draga fram þessar tilfinningar. Í sálmanum sjáum við nefnilega inn í hjarta manns sem kemur fram fyrir Guð. Það má segja að sálmarnir geyma einar tilfinningar bænalífsins á litríku máli. Og við getum sagt að það er spurningar sem við langar til þess að glíma við og hvaða tilfinningar endurspeglast í þeim og hvernig samsvara form sálmanna þessum djúpu mannlegu tilfinningum. Eins og ég sagði áðan að þá hefur Guðlaugur Jónsson, hann var á síðasta ári sem hann gaf út þessa bók. Endilega að lesa hérna, hann tekur enga stund, hún er bara 600 blaðsíður, hún vegur 2 kíló, en hann fékk að heyra það. En það er alveg, sem sagt, hún vegur miklu þyngra í andlega tala. Þetta er alveg stórkostleg bók og hann skrifar líka mjög leiðilega og nærurunni, það sem hann reynir að gera er að skrifa áhrifasögu, þá skoðar hann sálmana, útleggur þá skýrir, en aðalatriðið er líka að setja þá í samhengi við þá íslenska sálmahefð og við vísar í margar kvikmyndir og það er ótrúlegt hvað sálmarnir verið að hafa haft mikil áhrif alveg þannig til dagsins í dag. Tekur til dæmis dæmi Martin Luther King sem hélt upp á Davíðssálm 113 og vitnaði oft í þessa spurning sem það er. Hversu lengi, drottning, hversu lengi? Ég finnst þessi bókun svona undirstrika þetta að þessi sálmar að þeir eru hluti af okkar menningu. Og þá klórar maður svolítið dándabokað eyra þegar við heyrum í þessum guðleysingjum sem vilja eins og ýta öllum kristinu, öllum gyðingkristnu menningararfi í burt eins og hann hafi enga þýðingu og merki ekkert. En í rauninni við skiljum ekki okkur sjálf, við skiljum ekki menningu okkar nema við höfum tilfinningu og skilning og þekkingu á til dæmis Davíðssálmi og Guðs orði.
en að læra að biðja, bænalíf og kristin trú. Við höfum ekki tíma til þess að fara mikið út í bænalíf Jesú. Það er svona pláss fyrir annað erindi og sem ykkar heyrðu umfjöllum mína bæn eins og Jesús kendi sem ég var með í Pítarsveinakirkjunni og hvernig Matthús fjallar er í raun og veru með þetta sama efni, hann er að kenna lærisveinunum að biðja og fylgist mönnum Jesú í Matthúsarguðspjöllunum. Ég held að kirkjan er oft misskilin og litið á hann sem stofnun en hún er fyrst og fremst bænasamfélag. Ég man alltaf eftir því þegar ég var á námskeiði í London og þá fór ég stundum í Westminster Abbey sem er sem sagt kirkja sem sagt anglikana. Og þá fór maður bara inn á ferðamannastað. Þetta var reikið út þegar voru komið að tíðarbænunum. En svo fór ég í kaþólskukirkjuna og Westminster katedral. Og leið að maður kom inn þá fann maður þetta var bænastafur. Það var merkileg upplifun. En í rauninni á andlega heiminn okkar þar sem við finnum okkur og bænin á að vera okkur svo eðlileg hér í Guðshúsi, í musterinu, svo við notum orðalag Davíðshólma, að fólk á bara að finna það. Og ég held að gerist ef við biðjum, ef við lifum í bænasamfélagi við Guð og þá sem sagt finnur fólk það. Við höfum hvatningu í sálmanum og Jesú hvetur okkur til þess að biðja. Hann segir einfaldlega biðjið, við gefast, leituð þið munu finna. Þetta er orð hans. Svo kennir hann okkur faðirvorið og að þekkja Guð sem okkar himneska föður. Og þetta hugtak, himneska föður, það er þrungið tilfinningum. Það við megum ekki týna því og það er þessi tilfinning bænalífsins. Að Guð er góður faðir okkar. Að þessi grunnhugsun er það sem liggur bæninni til grundvallar á kristnu fólki. Og svo höfum við hvatningu Páls postula sem segir biðjið án afláts. Ef að prófa það fram á næsta miðvikudag að biðja án afláts, hvernig fer maður að því? Það er líka þetta að lifa í þessari nærveru. Eins og kyrrðarbænin kennir okkur að lifa Guð sem er, þú hefur notað þetta að vera verund, þetta er ekki spurningum að vera að í einhverju fara sífellt með orð heldur að vera í návist Guðs. Sálmarnir er sem sagt kennslubók í bæn og sálmarnir eins og við höfum þá, þessi 150 sálmar, þeim hefur einhvern veginn verið raðað þannig saman. Þeir eru notaðir og hafa vorið til, tengslum við helgihaldið í forna söfnuð í Ísrael, sem er hverjir af augljóslega tengdir helgihaldinu. En aðrir eru mjög persónlegir, en einhvern veginn þá er þeim raðað saman. Og í þessari óskauðun voru að Jónsson bent á að það er ákveðið samhengi í þessari framsetningu. Og það langar mig dálítið til þess að reyna að draga fram hvað er þetta samhengi. Og það sem við sjáum, eins og ég sagði á, það er inn í hjarta Kristinsmanns. Það sjáum við þessar trúartilfinningar. Nú styttist í siðbótarafmælið, 500 ára afmælið 2017. En ég vona að kirkjan uppgöti þá að nýju einkenni sitt að vera evangelík. Það er að fagnaðurinn Jesú Krist verði okkur leiðarljós. Við njótum náðar Guðs óverðskulda fyrir hjálpræðisverk Jesú. Bæn Kristinsmanns er að tileinka sér þá hugsun að biðja í anda og sannleika, að treysta því að við eigum himneskan föður þrátt fyrir allt og allt. Frá upphafi siðbótar var það markmið að leggja fólki þessa iðju á hjarta með biblíuþýðingu og þar með þýðingu Davíðshólma
og með 9 sálmum sem söfnuðu sungu og þegar 1622 var fyrsta heildarþýðingin gerð af Davíðssálmum á íslensku eftir íslenskum ljóðháttum. Og reyndar gefin út ekki fyrir 1662 og það var Jón Þorsteinsson, kallaður píslavottur, sem gerði þessa þýðingu. Og hugsunin var svo að söfnuðu að þeir myndi syngja sálmana. Þannig að þeir getu sungið á og það var Frans tónskáld sem skrifaði lög við svokallaðan Genfarsaltara þar sem allir sálmarnir voru settir upp þannig að það var hægt að syngja þá eftir nútíma tónlist í þá dagana. Svo að það var eins og var svo með Passíusálmana hjá okkur að þeir voru sungið til þess að maður gæti lifað í þessu andrúmslofti bænarinnar með þessum textum og lifa þá. Það sem ég hef haldið fram að það að Lúther sé minni kenningasmiður og meiri bænarinnar maður. Og ég hef ástæðu til þess og þess vegna þessi mynd þarna. Hann skrifar það, hann elskaði að vera við glugga og biðja. Það var það sem hann gerði, hann vildi vera við gluggan og biðja og ég hef prófað þetta virkar mjög vel. En það líka þetta að finna sér stað, þar sem maður getur átt sína helgistund og hann skrifaði hefti sem við verðum endilega að fá í íslenskri þýðingu, það svona einfaldar leiðbeiningar bæn. Og það er svona dæmi í rauninu hvað hann var mikill bænarinnar maður og minni fræða hans eiginlega bænabók líka. Þessi fræði sem fermingakrakkarnir áttu að læra, það eiginlega bænabók. Og ég gerði þá tímabili þá notaði ég það þannig, ég bað yfir fræðunum. Og það er ótrúlega hvað það virkar vel. Þessar hugsanir sem hann leggur þær fram eru innlegg í bænalíf. Til þess þegar hann útleggur fyrsta faðirvorið og fyrsta orðið sem faðir vor, ávarpið, hvað það felur í sér. Strax erum við komin í þessar bænastellingar. Það sem ég held að sé nokkuð ljóst að það að bænalíf Davíðssálma og Jesú brýst fram í sálmaðurinn þegar hann verður almennur með siðbótinni. Og ég held að hann hafi haft alveg ótrúlega mikil áhrif að gera trúna almenna. Það voru ekki allir sem höfðu Biblíu, það er reyndar ekki fyrir kannski byrjun 19. aldar sem allir sem Biblía verður í raun almenningseign á Íslandi. En það er sálmaarfurinn, það er þessi sálma sem fólk söng, sem í raun veru flytur þeim fagnaðarerindið, þannig að kirkjan gat kallast evangelísk. Davíðssálmar er bænabók kristinna manna frá upphafi og það er dálítið merkilegt að hugsa að einhvern veginn hefur Jesú kunnað Davíðssálma og guðspjallamennir þeir nota Davíðssálma þegar þeir eru með Davíðssálma í huga þegar þeir skrifa guðspjöllin og sérstaklega píslasöguna. Þar höfum við orði Jesú á krossinum tekið af Davíðs munni, eins og Hallgrímur segir. Svo þetta er þessi stórkostlega tenging sem ég held að sé svo hollt fyrir okkur að sjá. Og við höfum til dæmis þennan sálm eftir Helga Hálfdanarson, það er reyndar þýðing á sálmi Grundtvigs, indæla blíðan. Og svo er náttúrulega lofsöngur Matthíasar, sem hann semur í tilefni af þjóðhátíðinni 1874 og það er stórkostleg lýsing af því í sjálfsæfinsögunni hvernig hann fer á flengreiði vestur af fjörðum og þar hann á skipi til þess að koma út vegna það var í algjörri angist og alla tilfinningar hans voru út allt leið illa og í Reykjavík þá sér hann að biskup er búinn að tilkynna það að þá verða Davíðssálmur 90 sem við hugleiðum á afmælinu. Og það er sem kveikjan að því að hljóðsögnum. Við lítum á þýðingu Helga Hálfdanarsonar. Þannig höfum sálm 84, hversu yndislegir eru bústaðir þínir,
drottin hersveitana. Sálma mína langaði til, já hún þráði forgára drottins, hún fagnar hjarta mitt og hold fyrir hinum lifanda Guði. Og Helgi festir þetta í þessa ljóðstafir: indælan blíðan, blessaðan fríðan, bústaðinn þinn, drottin minn þrái, þar kýs að fái, þrátt komið inn, lifandi Guði þins helgidóms hús, hugurinn stefnur til lóðgjörðar hús. Hann var alveg stórkostlegt skáld og Pétur biskup vissi það og fékk hann til þess að leiða sálmabókana sem gerði einhverja stórkostlegustu sálmabók, og við lifum ennþá við þann arf þetta ár sem var gefið 1886. Þar sem stórskáldin okkar komuð saman, stóru sálmaskáldin og sömdu þetta stóru virki.